á Öryrkjaráðið á miðvikudegi, Öryrkjaráðið TV. Ég heiti Bára Halldórsdóttir og ætla að tala í kvöld við hana Sóleyju Björk Axelsdóttir, öryrkja og leikkonu með meiru, bara svona þetta almenna sem allir hugsa strax þegar þeir sjá öryrkja, já þarna í hjólastól. Sæl og blessuð, Sóley. Blessuð Bára. Segðu mér til að byrja með, bara svolítið frá sjálfu þér. Hvað viltu vita? Bara hvernig þið langar að segja fólki. Ég er 50, ég er í hjólastól vegna fæðingargalla. Var á hækjum í mörg ár, þannig að ég hef reynslu af því bæði að vera hoppandi á hækjum og eins að vera í hjólastól. Þannig að hef mikla reynslu af svona ferlimálum og slíku. Já. Segðu mér, þegar þú byrjaðir að vera í hjólastól. Já. Hvað breyttist og hvað kom þér á óvart og svona? Sko þegar ég fer í hjólastól þá er ég, eins og ég segi, búin að vera á hækjum í einhver 30 ár. Og axlirnar á mér voru orðnar þreyttar og svona. Þannig ég tók meðvitaða ákvörðun að fara í hjólastól. Þetta er náttúrulega gerði margt auðveldara í sjálfu sér. En aðalega líkamlega, minnkuðu verkir og annað slíkt, sko. En auðvitað er svo spurning með aðgengið, maður náttúrulega er svolítið háðari því að aðgengið sé gott, áður gat ég klifra tröppur og annað slíkt. Já. Það er alltaf að gera maður ekki í hjólastól, þannig að það er svona stærsta breytingin. Hvar rakstu fyrst á það? Það er í rauninni alls staðar. Maður rekst alls staðar á það. Maður ætlar að fara, ef einhver mælir með einhverju verslun til dæmis, einhver staðar og niður í bæ eða eitthvað, þá getur maður ekki gert ráð fyrir því að komast þangað. Jafnvel bara heimsókn til vina og fjölskyldu. Já. Getur verið bara mjög flókið og erfitt. Og það getur haft áhrif á samskipti til dæmis við þína nánustu og allavegana og eins bara í alls konar félagsskap. Það sem þykir sjálfsagt að fara og gera, það er ekkert endilega sjálfgefið. Alveg rétt. Það er svona, já, það er svona það sem maður hefur svolítið flest fyrir manni. Já, allar gömlu blokkirnar í Vesturbænum og svona? Já, alls staðar. Þetta er ótrúlega algengt að maður komist ekki og það sem mér finnst sko erfiðast er í rauninni að tala margir að hringja og spyrja hvernig aðgengi sé, sem er auðvitað sjálfsagt í sjálfu sér. En má sem að verður fyrir svörum veit ekkert alltaf hvað hann er að tala um. Nákvæmlega. Og ég hef mjög oft lent í því að fólk segir, en það kom hérna maður í hjólastól. Og svo fyrir maður að spyrjast nánar fyrir, sko, þá var það einhver sem var alveg ósjálfbjarg og var með kannski 2-3 aðstofamenn. Ég er ekkert, nú er ég mikið ein og geti vilt bjarga mér bara mjög vel sjálf. Ég er ekkert að fara á sömu staði og gera endilega sömu hluti og einhver sem er með aðstofamenn, kannski allar sólarhringinn. Já. Þannig að það er svona, já,
Hjólastól og hjólastól, það er ekki alltaf sömu þarfirnar og sama getan. Ég minnist þess einmitt að þú komst á fyrstu listasýningunum mína, gjörningin fyrir rúmlega ári síðan og ég hafði einmitt labbað þar inn og bara heyrðu það er bara einn lítill þröskuldur, þannig að það er fínt aðgengi og eitthvað bara beint inn á götu og eitthvað og svo mættir þú og þá var einhver motta og þröskuldurinn var hærri heldur en að ég hafði áætlað hann væri og þú þurftir einmitt sjálf að þið ýta þér inn og þarna er mér sko manneskja með reynslu eins og ég af hjólastóladótinu. Ég kann meira að segja klúra því að sjá þetta almennilega. Já, ég meina reynsla fólks svo misjöfn, þannig að það voðalega erfitt að heimfæra eitt yfir á annan. Reynsla eins yfir á einhvern annan, það er eiginlega ekki hægt. Já. Ég náttúrulega sko, ég er alveg sammálaður með þetta, líka því að sko, ég veit ekki með þig alveg, en ég er það sem kallast ambulatory hjólastólsnotandi og sem þýðir það að ef í harðbakkann slær þá get ég staðið upp og komist einhverja smá gönguleið eða eitthvað sem er kannski eitthvað sem enginn og ég reyndar alltaf eiginlega í stöðuna að mér sé ýtt sko. Já, mitt. Já. Ég aftur sko, þó ég get þess tilt í fæturna þá er það bara til þess að skipta stól sko, það er ekki, ég get ekki tekið skref sko. Já, þú getur svona ýtt yfir úr stóli yfir á rúm, úr stólinn í bíl, svoleiðis hlutir. Já, ég get staðið upp og snúið mér. En ég tek ekki skref, sko. Já. Þá missi ég jafnvægið og fer bara. Nákvæmlega. Allt fyrir vitleysu. Ég nefnilega minnst þetta mitt líka þetta með hvað maður þarf að plana sér á undan, sko. Ég náttúrulega lendi í því bæði þegar ég er í hjólastól og þegar ég get þannig sér að labbað og annar staðar bara lyftuleysi yfir höfuð, það fer alveg með mig þessi fjandars stigar og svo líka hvað fólk er lélegt að virða rýmið sem stólar þurfa og oft til dæmis fatlaðraklósett líka bara svona einhvern veginn orðin einhverjum stólageymslum eða ekki að komast þangað inn á stórum stólum og svona ýmislegt. Mér finnst það nú bara vanvirðing þegar þessi salerni eru notuð bara sem geymslur eða eru bara læst, bara geymt læst eða eitthvað. Það finnst mér alveg skelfilegt. Já. Það er bara, þú veist, það sýnir, þú vilt ekkert falla að þeim, sko. Ég mitt þjálfaði hagkaup í Skeifunni. Þeir voru alltaf með þetta einhvern skápa bakvið og eitthvað svona sem hafði, á og til hafði eitthvað dottið af og þá var það bara sett eitthvað annað og það vissi engin starfsmaður í raun og veru hvar þessi stóll var þótt að hann væri þarna innst þarna eitthvað og eitthvað. Þannig að ég bara hvert einasta skipt sem ég fór í heila mánuð í hagkaup í Skeifunni, þá bara var ég bara eitthvað, þetta gengur ekki. Ef það hefði þurft að gera þetta strax, þú veist, ef eitthvað hefði komið upp á, og svo framvegis, og svo bara sagði ég við það, þú sér það, þú kemur að mér sitjandi á gólfinu að ég er að bíða eftir þér, að því að tók þið svo langan tíma að finna stólinn, það er bara, þú veist, niðurlæging sem ég á ekki að þurfa að lenda í og svo framvegis. Og fyrst var þetta, þau voru náttúrulega bara óafsækið og eitthvað svona dæmi, en núna finnst mér eins og allavega alltaf því ég hef komið nýlega, þá er bara ekkert mál, sækja stólinn, kom með hann. En sko, sumir, það þarf bara einmitt að þjálfa þá í þessu almennilega. Með salernin, segðu okkur einhverja segðu mér skemmtilega
skemmtilegar eða asnalegar eða leiðinlegar sögur að aðkomum af stöðum sem eiga að vera með aðgengi? Sko, uppáhaldssaga mín, hún af salerni. Ég veit ekki hvar það er. Ég upplifði þetta ekki sjálf. Þetta er saga sem ég hef frá öðrum. Það var þannig að það var salerni sem var sem sagt stærra. Það var alveg á svæðinu. En það var niður á neðri hæð og það var snarbrattur hringstigi. Niður að Faxaflóastrætinu? Já. Algjör snill. Þetta er nú bara að vera. Já. Röltu bara niður, elskan, þetta er fínt aðgengi við hjólastól. Svo var ég að heyra það var eitt sem hann fór, ég man ekki, hann fór út á land, bara núna daginn. Já. Og á þeim stað þar sem hann stoppaði, þetta hafi verið, það var veitingastaður eða þetta var einhver svona þjónustustaður og það, matsölustaður eitthvað. Og þetta var ekkert mál að fara á klósettið. Það var svo salerni fyrir fatlaða. Og miðju gólfi, nú átti þetta að hlæja þig brjálæða, miðju gólfi stóð þvottavél. Það var ekki nokkur leið að koma á hjólastól framhjá. Þú ert að grínast í mér. Þetta er bara síðan daginn, sko. Við þurfum að fara að stofna svona brandarasíðu þetta eða eitthvað. Þetta er alveg yndislegt, sko. En við erum, svona fyrir þá sem eru að hlusta sem vita það ekki, þá er til Facebook-hópur núna þar sem að fólk er að tala reynsluna sína af hlutum út á landi af því að við erum öll að ferðast svo mikið núna. Svo fólk geti vita fyrirfram af hvar það þarf að tékka og svona dótar í. Já, fá ráð og ráðleggingar hvar er gott aðgengi og svona. Það er mjög þarft að vera með einhverju svona síðu, sko, þannig að maður getur hún Inga Björk sjálfur að tékka þegar maður er á ferðinni. Já, hún Inga Björk snillingur. Ég hafi stofnað þessa síðu. Já, ok. Já. Og þegar ég sá hana þá var ég setti inn hlut sem var ekkert tengdur kannski ferðalagum. Það var bara safn sem að ég var að gera sýninguna mína. Og ég setti einmitt inn þar ekki einmitt neitt neikvætt, heldur bara að mína observation aðgengi þar. Og síðan var einn sem kom sem að bætti við einmitt að þar var einmitt svona smá þetta er Gallery Fold, sko, og það er rosa flottur rampur inni og ofsalega vel unnið allt saman. Ég var rosalega ánægð með það. En aftur á móti var, þegar maður kemur að aðalhurðinni, þá er bara svona pínu steypuhnappur niður af því að hún flúttar ekki alveg við stéttina sjálfa niðri. Og ég sagði við þau, ef þið kaupið pínu svona steypublöndu og bara gerið þetta að halla bara, þetta er bara svona pínu hot, þá er aðgengi ykkar orðið frábært. En þarna var þetta, en samt alveg farið, ég skil alveg af hverju einhver sem ekki veit hjólastól áttar sig ekki á því að þessi litla hindrun sé stór hindrun. En mér finnst þetta gott að safna svona saman þessum upplýsingum og eiga það, sko. Já. Eitt sem að mér sárnar alltaf svolítið, finnst alltaf svolítið leiðinlegt, það er þegar að tala um það sé bara einn þröskuldur inn, en svo þegar þú kemur að, þá er sem sagt, jú, það er þröskuldur og svo er steyptur smá kantur, þú veist. Það er eins og húsið hafi ekki náði niður á götu. Já, þetta var svona næstu því svoleiðis þarna nema bara það er aðeins lengra frá. Já, ég fattar hvað átt við. Þetta er sem sagt, það er bara einn þröskuldur, en þröskuldurinn er á hurð sem er 5 cm frá jörðu.
Já, þú veist, Já, þannig að þetta er margfaldur þröskuldur, sko. Þetta er einn þröskuldur, en hann er margfaldur að stærð já, í rauninni. já. Það er rosalega pirrandi. Það getur alveg. Ég get alveg trúað því, sko. Já, Þegar þú ferðastu bara á þínum eigin bíl oftast þegar þú ert að fara eitthvað eða? já, langa oftast. Já. Það er Hefur mikið eitthvað verið að ferðast út á landi? Ég hef ekki gert það núna í svolítinn tíma. Nei? En ég er reyndar, það stendur til að ég skreppi til Akureyrar Já. núna bráðum í ágúst. Já. Og hvað ætlaðu að fara að gera þeim? Þú fara að stríða þeim aðeins. Nei, ég ætla að, vinir mínir að taka íbúðaleigu í viku. Já, bara vera saman og hafa kósí og gaman. Já, mér skilst að þessi íbúð sé vel aðgengileg sem samtökin eiga hana og ég langar svo að sjá þessi íbúð. Ég hef heyrt svo mikið talað um hana, þannig ég spurði bara hvort ég mætti ekki koma í heimsókn. Já, einmitt, nákvæmlega. Ég og Freyja Haralds áttum rosalega gott samtal til dæmis við, ég held að hafi verið hótel á Húsavík, Siglufjörður. Það var einhver, nei, hvað í fjárhánum var það? Ég man það einhvern tímann seinna. Allavegana og hún þeir eru semst að reyna að leggja sitt besta fram í aðgengi og eru með mjög aðgengt herbergi eitt sem er mjög ekstra aðgengilegt og eitthvað. En svo var bara einum stað, það er semst að ef þú ætlar að fara niður á barinn þá er eitthvað vesen, en þau eru að vinna í því. Okay. Og það var svo gott að heyra, sko, ég átti samtal, við vorum að tala um þetta og hún kemur þannig inn á það ráðinkonan sem er hótelstjórinn og það voru engar afsakanir. Það var bara eitthvað, já, nei, við erum bara, þetta er í pöntun þarna og þú veist, við fréttum það bara nýlega að þetta var í vandamál og við erum bara að gera þetta og auðvitað. Og það var voða næs. Ég fór inn á Hótel Borg og fekk bara að fara á klóstið þar. Já. Og ég get svarið að þetta sko, það fekk alveg 9,5 í einkunn lágmark hjá mér. Það var eitthvað eitt atriði sem var svona, hefði mátt athuga betur. Já. Og ég bara lét að vita af því, sko. Þetta var stórt og mikið og það var hreyfiskynjarar, ekki kveikja ljós sjálfur og þú veist, það var allar græjur. Bara eins og á að vera í bestu aðstæðum. Já, þetta var algjört æði. Mikið það næs. Já, allavega ef mann er niður í bæ og þarf að komast á klósett, þá er þetta að fara þarna. Þá er það gott klósett fyrir okkur, svona. Já, ég get ekki ímyndað mér annað. Já, ég einmitt, sko, ég líka, ég veit ekki, mér finnst svo gott að fá að heyra svona hluti af því að ég til dæmis, ég skrifaði fyrir löngu síðan grein sem heitir Konur eru ekki velkomnar á Laugaveginn og var mjög skömmuð fyrir það að hafa verið að plata aðeins þegar af því ég vildi að fólk myndi lesa greinina. En pointið var sem sagt það að ég var þarna, þetta var bara rétt eftir ég kynntist Tabú og öllu starfinu þar að þá sem sagt kemur þessi fíni sólardagur og ég í ágætisformi og fer í Rauða krossbúðina upp á Skólavörðustíg og labba síðan niður á Laugaveg og er eitthvað að ganga og ég bara eitthvað Embla kæmist ekki hérna inn, Freyja kæmist ekki hérna inn, þessi kæmist ekki hérna inn, þessi kæmist ekki, þú veist, fattar við, ég var bara, þessi getur ekki stíga þannig kæmist ekki þarna og ég sá held ég einn inngang á göngunum minni þarna, þar sem hægt var að komast inn án vandræða og ég var bara svo sorgmætt, bara vinkonur mínar bara voru ekki velkomnar á Laugaveginn og svo segir fólk bara já en það er myndur svo gömul hús og lalala og við erum með ramp og komum strax út með hann og allt þetta bla 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 kjaftaði. En málið er bara að sko eins og Freyja hefur sagt mér, sko, hún fór í óhugnalega gamlan kastala í helst hjá Edinborg eða Klaus
Og þar var hérna 100% aðgengi að öllu. Ok. Í kastala, já, bara þeir voru búin að, það var einhverjum svona steyptar tröppur og það falið inn í þeim var svona einhver dótari, þú ýttir að takka og það breyttist hann í ramp eða lyftu eða eitthvað, ég man ekki hvað, sko. Vá! Og eitthvað svona mega cool og allavega, pointið sem sagt það að sem sagt, þetta alveg hægt og svo á ég góðan vin sem á skemmtistað niðri í bæ sem í sögufrægu húsi. Og hann búinn að vera að vesenast í Reykjavíkurborg og öðrum að geta verið hérna með aðgengi inn á sinn, að því að það á annarri hæð. Og hann fékk einhverja 1 milljón krónu í styrk frá einhverju dótari út af einhverju öðru, út af þessu held ég. Og þeir segja, já, ekkert mál, við getum bara hérna fyrir styrkin, en þú þarft að setja 1 milljón á móti. Já. Og það náttúrulega bara ágætlega stór biti fyrir fólk, sérstaklega eins og ástandið núna. Og ég hefði haldið að það væri kannski ekkert vitlaust að hafa einhvers konar sjóð eða eitthvað sem hægt bara að sækja og þetta væri bara sjálfsagt mál. Já, mitt, já. Styrkja svona mál, það væri alveg. Hann búinn að vera inn á gólfi hjá borginni í 1,5 ár síðan hann byrjaði að safna. Okay. Og það hefur alveg tekið þetta 1,5 ár fyrir þá að hittast á svona, nálægri leið, ég myndi ekki kannski segja á miðri leið, en svona þeir eru farin að nálgast hvern annan. Ok. Og það er ótrúlegan tíma, svona lagað. Svo annað sem finnst rosalega leiðilegt, ég þurfti að fara svolítið upp í Grafarholt og Kórana daginn. Já. Og þá komst ég að því að í byggingarreglugerðum stendur að ef að íbúð, ef að blokk eða fjölbýlishús ekki hærra en 3 hæða, þá ekki skylda að hafa lyftu. Ok. Í nýjum byggingum á Íslandi í dag, þá bara bara verið að byggja fullt af byggingum, þar sem að enginn kemst upp nema hann geti labbað stíga. Ég get sagt þér eina sögu, systir minni, hún keypti íbúð með svona 3 hæða blokk og svo bílakjallar undir. Það lyfta í þeirri blokk og þessi íbúð átti að vera sérstaklega hönnuð þannig að hjólastólar getur verið þarna. Og jú, ég get verið þarna inni, það nógu breitt inn á klósetthurðina, nógu breið og svona til þess að komast inn og svo leist. En til þess að komast inn í íbúðina, þarf ég að fara frá bílastæði, það merkt bílastæði fyrir utan og það uppbyttað, þannig að ég kemst þetta á veturna líka. Ég þarf að fara inn ég þarf að fara inn í gegnum húsið. Þannig ég þarf að fara inn í gegnum, það sérst út í hurð, svo forstofuhurð, út í gegn, út á svalirnar, þannig að það 3. hurðin og svo íbúðarhurðin. Það eru 4 hurðar. Ég get ekki farið þetta sjálf, því að hurðarnar eru þungar og allavega 2 af þessu þröskuldum eru of háir fyrir mig. Allavega þröskuldurinn inn í íbúðinni eru of hár fyrir mig. Þetta alveg klassískt, þetta bara, það geðvikt, þetta alveg fatlaða klósettið niður hringstigann, þetta alveg þetta. Já, þetta svona, þú veist. Já. Og eins þegar maður hringir kannski í verslun eða eitthvað, og það jú, það allt renni slétt og fínt, og þetta svo pósthúsið hérna á Dalveginum, það mitt pósthús, og það fínt aðgengi frá gangstíðinni og inn og allt inni, ægilega fínt og flott. En það brjálað að reyna að fá bílastæði þarna og það bara einum stað sem kemst upp á gangstíðinni og það alveg í hinum endanum þetta svona lengja. Og ekki bara beint við fatlaðarstæði þá? Það fatlaðarstæði, það löggan á öðrum endanum og þú ert að fara þar upp og ég kæmist ekki upp aftur, upp í stæðið aftur á stólnum
Það er fallarstæði og svo niður í hinum einn, þú veist, jú það ég held að sé fallarstæði beint fyrir utan póstinn, en það ekki tekið úr stéttinni. Þú kemst ekki beint inn þar, en hinn endan á lengjunni sem sagt svona bílskúr, það er einhver kall sem að setja í bílrúður og svoleiðis og þar hægt að komast upp á gangstéttina. En þar ekki sérmerkt stæði, sko. Þannig að þú veist að keppast að reyna að fá stæði þar og fá stæði þar sem að þú veist nokkuð öruggur að það sé ekki lagt ofan í hurðinni hjá þér og til þess að komast upp á gangstéttina þar og svo fara eftir allri gangstéttinni til langleiðina út í hinandan til þess að komast í póstinn. Ég einmitt sko að ég sem sagt þarf stundum að vera í hjólastól og hef hingað til bara að láta keyra mig alltaf í hjólastól en var að fá loksins eftir 4 ára baráttu hjólastól frá Tryggingastofnun. Fékk hann 4 dögum eftir að allir voru settir í einangrun á Íslandi, það var svolítið fyndið, en ég samt ótrúlega ánægð með hann og hann rosalega lítill og léttur en ég náttúrulega ekkert mjög sterk né orkumikil og líka bara æfingarlítil og allt þetta og það þarf svo lítið til þess að ég geti ekki ítt honum eitthvað. Okay. Og þetta einmitt eitthvað sem að minnst voðalega leiðilegt einhvern veginn að því að ég hef takmarkaða orku ofan á það að vera í stólnum að þú veist að þá lendi ég í því að þótt ég hafi fullt aðgengi þarna að stóllinn geta alveg farið og allt þetta dótari að það bara svo löng leið að ég geta það ekki. Nei, einmitt, já, ég skil þig. Já. Og það náttúrulega alltaf voðalega leiðilegt. Ég var einmitt sko, ég veit ekki, svo hef ég líka lent í því að það var staður sem ég fór á með vinkonum mínum. Ég gat labbað en ég vissi að ég væri með litla orku. Svo ég fór inn á kaffihús eða vínveitingastað og ég segi bara að því að þær vildu vera niðri, þú veist að fara niður stigi, ég segi svona, ég sé að það er þarna lyfta og ég bara, já ok, þannig ég get nota bara lyftuna þegar ég að fara upp, þegar ég kalla á hana eða eitthvað. Og hann segir, já, ekkert mál. Svo fer ég niður og komin niður og sitt þar við að tala við fólk og eitthvað, við erum að fara heim, eða að fara upp aftur. Og vinkona mín ýtir á takkan til að kalla á lyftuna. Hún kemur ekki, þannig að við förum, ein okkar fer upp, ein af okkur fer upp til þess að svona athuga hvað málið er. Heyrðu, þá er lyftan búin að vera biluð í 1,5 mánuð. Oh my god. En þessi starfsmaður var bara nýr og vissi það ekki. Þannig að ég þurfti bara að fara heim. Ég gat ekki fara á hinn staðinn þess vegna ég ætlaði að fá í annar glas af því að orkan sem fór í það að labba upp á stiga kláraði mig. Já. Og svo finnst mér líka... Þú veist, þetta svo mikið, þetta svo sárt þegar maður þú veist, þetta lítur út rétt, þetta lítur allt saman út eins og það á að gera, en hvað? Já. Svo líka, sko, eins og ég hef stundur rekist á, það þegar að það er lyfta, að þú þarft lykil í hana, það er lykil til að opna hana, af því það má ekkert hver sem farið í lyftuna. Þú þarft að vera með leyfi í rauninni til þess að fá að fara í lyftuna og það þarf að kalla til starfsmann til þess að þú getur komist í lyftuna. Ég hef mitt lent alltaf í þessu það er menntaskólinn í Hamrahlíð, strákurinn minn var þar tímabundið og hann einmitt sem sagt við sem sagt að því að hann er með ADHD að þá var hann í samstarfi við námsráðgjafa og við fórum alltaf og töluðum við hann hvernig stráknum liði og allt þetta og eitthvað. Hann er á 3. hæð og það er lyfta og ég þurfti einmitt alltaf að fara í móttökuna, vonast þess að væri einhver í móttökunni til þess að strjúka á lyftuna til þess að ég kæmist, að því að bara starfsmenn máttu nota þessa lyftu. Og ég veit ekki, mér finnst það bara, þú veist, mér finnst það bara
pirrandi. Já, mér finnst líka voðalega niðurlægjandi þegar að, þú veist, fólk segir bara, já, láttu mig bara vita að þú ert komin, þá kem ég að hjálpa þér. Þú veist, langar mig að vera þessi sem er eins og litli börnin, hæ, ég er komin, ætlarðu að koma að bjarga mér? Nei, einmitt ekki. Langar okkur að vera svona? Langar okkur að lifa? Svo fæ ég stundum, þetta er allt í lagi, við getum, það eru sterkir kallmenn hérna sem geta borið þig upp. Nei, ekki alltaf. Í sum tilfellum þá myndi ég þykja frá alveg sérstöku fólki, bestu vinur mínum eða eitthvað, sem búa í óaðgengilegri íbúð eða eitthvað, en á skemmtistað eða einhverju, nei, ég vil ekki láta einhvern horfa upp á mig vera borin upp stiga. Nei. Ég fór einu sinni í Bíóparadís áður en þessi svokallaða lyfta kom og allt í lagi, það voru einhverju útlendingar þarna að vinna sem að... Hvað sagði þessi svokallaða lyfta? Já, ég veit ekki hvað slags, ég hef ekki mikla trú á þessari lyftu. Ég hefur ekki prófað hana? Nei, ég prófaði hana ekki. En allavega, ég var borin upp og allt í lagi með það. Það voru einhverju útlendi krakkar sem voru að vinna þarna þá. Og svo var að fara niður. Og það voru sömu krakkarnir sem voru að bisa mig niður og þau gerðu þetta bandvitlaust, ég var dauðhrædd og ég var að reyna að segja þeim til, þau hlusta ekki á mig. Ég var bara hrædd um líf mitt. Já. Ég veit ekki fyrir hvers blessun ég komst heil þarna niður. Nei, nefnilega líka það sko. Ég læt ekki sjá mig í þessu hús aftur sko, það er alveg á hreinu. Og svo náttúrulega, þú getur ímyndaði til dæmis einhvern reyna að vippa stólum hennar Ingu eitthvað. Já, einmitt, ég ætlaði að fara að segja það, kannski með 200 kg mannesku, svo ertu með 250 kg stól, rammastól, ætlaði að vippa því. Já, Inga er náttúrulega ekki 200 kg, en já, það gæti alveg verið 200 kg manneskja, vegna þess að oft eru veikt fólk á alls konar steralífum og eitthvað sem að, þú veist bara, og svo getur það ekki hleypt sér. Ég þekki dæmi. Líka það sem ég ætlaði að segja var og svo náttúrulega líka þetta sko að það er ekkert allir sem að þú getur tekið úr stólnum. Því að sumir eru eitthvað svona, alltaf við getum borið þig upp og bara koma svo með stólinn eða eitthvað slags. Já. Og minna Freyja Haralds, góðvinkona beggja, hún er mjög brotætt. Það er eiginlega bara það eina sem er að henni, að hún brotnar auðveldlega. Já. Þú heldur ekkert að henni, sko. Það er útilokað. Það er útilokað að halda á henni, það er bara þannig. Ég myndi bara, þú veist, hún ger örugglega sko aðstoðarkonurnar hennar við einhverjar mega frábærar aðstæður, já og allt það. En það er ekki það sem við erum að gera hér, sko. Nei. Það er nefnilega málið. Ég veit ekki, mér finnst þetta náttúrulega oft mjög, asnalegt eitthvað og furðulegt, en já, það er ýmislegt og Svo er stundum, jú, fínasta aðgengisléttin og allt það, en smá möl fyrir utan. Ekki nefna við mig möl, ég hef lent í þessu, það er svo frábært, það er svo gott aðgang að þessum sumarbústað, lalalala, svo komum við öll þarna og það er möl og ég bara eitthvað. Og það er kannski gróf möl sem þú spólar bara í. Þú spólar bara og spólar. Já, og sko ég persónulega er ekki ennþá komið styrk til að ýta mig sjálf ef það er ekki bara jafnsléttu. Já. Sem þýðir það að einhver þarf að ýta mér þá áfram í þessari möl. Já. Og þetta er bara, já, þetta er skemmtilega fáránlegt. Já, ertu búin að sjá dekkin sem ég fekk fyrir síðustu jól? Ertu komið með vetrardekk? Ég kom með rafmagn. Það er bara ít á takka, þá kviknar það rafmagn sem ég hjálpa til. Já, ok, þannig að það svona hjálpar til en ekki gerir allt. Nei, það bara léttir vinnuna. Mér sýnist á elleið mitt sko með hjólastólinn minn að ég þurfi að sækja mér langar að sækja mig þegar ég var á staðnum þarna og það er sem sagt til svona lítill hjálparmótor sem maður setur aftan á. Maður stýrir með einhverju úri eitthvað dótari
sem ekki alveg allir þetta búnaður sem þarf að setja utan á hjólið og allt það dótar í. Já, það svolítið, getur verið svolítið magi og vesen, skils mér. Það svona ekki allir, þetta þungt og ekki allir sem ná að gera þetta. Já, og hitt bara svona pingu svona dolla að því þú tekur hana sér úr, kortið tekur hana sér út úr bílnum og eitthvað. En og hún bara ýtir vel með og allt þetta og ég hugsa ég þurfi það nú. Það eru nokkrar útfærslu til, sko. Þannig, já, ég sá hana nokkrar, mér týndist ein þeirra að vera svona hentugust. En ég átti að reyna að fá Tryggingastofnun til þess að skilja sjúkdóminn minn aftur. Sjúkratryggingar, þannig að þeir leyfi mér það örugglega, það verður ekki gefið. Leiðin sem ég fór í stoð, bara pantaði mig tíma og bara spurði hana svo staðnum að fletta upp hvort það væri hægt að fá einhvers konar svona dót undir þennan stól sem ég var með, sko, þannig ég þurfti ekki að skipta allt rastið, hjólastól og allt saman. Og svo bara sýndi hún mér möguleikana. Þú veist, það voru einhver 2 eða 3 möguleikar til að velja úr, sko. Þannig að það eru svo margar týpur til sem misjafnt hvað hentar, sko. Já. Ég er rosa ánægð með mitt. Þetta er alveg virkað rosa vel fyrir mig. Hvernig finnst þið fólk bregðast við þér í hjólastól? Það er rosalega misjafnt. Það er, sko, maður er ennþá svolítið þegar ég var sjaldan í stól eða þú veist, fyrst eftir ég fór að vera alveg í stól, þá var fólk svolítið að toga hvert annað til og til þess að vera ekki fyrir mér og eitthvað svona. Það er orðið minna það. Maður sér það samt. Mér finnst það stundum svolítið vandræðalegt. Já, mér finnst það svolítið svona pínu bara svona almenn kurteisi, þú veist, alveg svo kona væri með barnavagn að gefa henni pláss og svona. En svo er náttúrulega til eða þú veist, astnalegri aðferðir á því líka, sko. Já, þetta er svona stundum, maður stundum á tilfinningu að fólk halda með þessi Holtsvíkur eða eitthvað. Fórðaðir, passaðu þig, ekki fara hana. Færðu ekkert svona hvað vill hún? Mjög lítið, það er orðið mörg ár sem ég fekk það. Já. En það er ég svo mikið einn, sko, á ferðinni. Já, það er náttúrulega, tekur út möguleikan á og hvaða liti vill hún? Og dæmirlegt, ég hef lent svolítið í því, en eitt sem ég uppgötaði við hjólastól er það að hjólastóll er besti felubúningur sem er til í heiminum. Ef ég er að keyra í gegnum kringluna í hjólastól, þá þarf ég nánast að lemja niður vini mína til þess að taka eftir mér. Já, ok. Ég sjá bara konu í hjólastól og horfa ekki framan í mig, þekkja mig ekki. Nei, ég lendi ofboðslega oft í því að vera kölluð alls konar nöfnum. Já. Og oft er þetta náttúrulega konur sem ég þekki, sko. Já. Konur í hjólastól og það eina sem við eigum sameiginlegt er að vera í hjólastól. Já, nei, þetta fólk bara yfir höfuð bara, þú veist, það þekkir mikið, það þekkir ekki, eða þú veist, það horfir aldrei á manneskuna í stólnum einhvern veginn. Á meðan kannski hitt fólkið veit að það þekkir einhvern í stól og hefur það svona, kíkir það svona andlitin og já, er að rugla saman sem er náttúrulega ennþá fínt hennar, sko. Ég verður að segja eins og niður, þeirra elsta systurdóttir mín sem er 16 ára núna, þegar hún var pínlítil, var bara nokkra mánaða, var rétt að fara að sitja í kerru og hún var með, foreldrarnir voru með hana í kringlunni. Það man tókuð eftir því, það fór fram hjá þeim kona í hjólastól og krakkinn bara, þú veist, horfði á eftir og fór svo að grenja. Krakkinn hefur ekki haldið, það var Sóley frænka og hún heilsaði ekki einu sinni. Þið vildu meina það? Já, krakkar eru svo fyndnir. Mér fannst þótti voða vænt þetta. Ég heyrði þetta. Já, hún saknaði þín og vildi ekki að þú værir ekki að líta á hana, sko. Nei, bara fór bara. Já, nákvæmlega.
Algjörlega, sko, ég já, þetta bara, en þetta nú næs samt. Já, þetta var næst. Og fólki sem að mér þykir, má eiginlega segja vænstum, það fólki sem segir mér, veistu að ég tek ekki eftir hjólastólnum þegar ég nálægt. Það vinirnir sem segja, þú veist, ég meina þetta bara Sóley. Ég held ég hafi einhvern tímann líka einmitt, en ég bauð þér einhvern tímann sæti við hliðina mér, ef ég man rétt. Já. Án þess að færa stólinn, sko. Já. Það nú bara út af því að maður verður svolítið svona kúkú, ég náttúrulega svolítið kúkú í hausnum líka, sko, það er svona marka mig. Mér þykir mjög vænt þetta þegar fólk gerir svona, og bara, þú veist, ég meina, ég sé ekki stólinn. Nei. Já, alveg rétt, þú ert í hjólastól. En það náttúrulega getur verið tvíbeint sverð ef maður þarf að muna eftir því upp á aðgengi, en já. Ég einmitt var í hópi fólks einu sinni sem að við vorum búin að vera saman á ferðalagi út af réttindamáli, við vorum að gera svona kynna fyrir fólki stöðu bótaþega út Evrópu. Þetta fólk búið að vera í kringum mig í 4-5 daga og ég alltaf af og til í hjólastólnum og eitthvað. Og svo erum við búin einn daginn og bara, já, ok, við ætlum að fara að fá okkur tyrkneskan, það er svo frábær tyrkneskur hérna einhvers staðar. Og ég bara, ok, frábært. Svo förum við að þessum tyrkneska stað og þá er hann á 3. hæð upp stiga og ég brosti voða fallegt, sko. Þannig að, en það var pínu sárt. Já. Og þegar vinir manns bóka afmæli og aðgengilegum stöðum, allt til að ef að þeir héldu að vera aðgengilegur og það gekk ekki upp, en yfir höfuð. Já. En núna skilst mér á yfirmanneskjunni minni að ég eigi að fara að hægja á þessu samtali. Já, þú veist, það er gaman að spila, en það, já, eins og það var nú leiðilegt að koma þessu upp, en við lentum í smá örðuleikum þegar við vorum að starta hérna á það, sko. En er kannski eitthvað svona einhver loka orð sem að þau langar að, þú veist, vippa út í alheiminn? Það væri þá helst að ekki vera feimin við að benda á, ef þú sérð eitthvað athugavert, bara, þú veist, má ég koma með tillögur, eða, þú veist, bara fá að segja frá, hvað mætti betur fara. Já, alltaf þeir sem að jafnvel þurfi ekki á því að halda að þeir, sem sagt, þegar þeir sjá okkur svona nefni þá komi. Já, þú veist, hvernig væri ekki hægt að, og eins og með rampa og svona, menna, þetta þarf ekki alltaf að vera eitthvað rampeikt og rosa stórt og mikið og dýrt. Nei. En ef að þrepið stutt, þá þarft ekki nema bara svona álplötu. Það passa hún sé ekki á brött, sko, sé ekki á stutt, en þú veist, þú þarft ekki endilega, þú veist, eitthvað trévirki með handreiði og eitthvað dótari. Já, einmitt, nákvæmlega. Reyna, byrja allavega til að byrja með. Redda sér í byrjun að hugsa einfalt. Já. Þú veist, það þarf ekki að vera flókið. Það þarf jú Þetta minnst þetta rosalega sterkt hjá þér og góð einmitt lokaorð og ég ætla að pota inn í þetta að biðja fólk að hugsa það að því að stundum fær maður svona skiptir það svo miklu máli eða eitthvað. Hugsa það sem sagt að við erum bara fólk sem að lifum daglegu lífi og bara horfa svolítið í kringum sig og átta sig á því hve ömurlegt það væri ef að alltaf þegar þér boðið í segjum afmæli, partí, heimsókn eða svo framvegis, að þú þyrftir alltaf að þú veist, standa í undirbúningi eða pössun eða einhverju og þurftir að hafna kannski 80% af þeim boðum út af því að
alheimurinn gerir ekki ráð fyrir einhverju sem svo ótrúlega algengt. Já, mitt. En takk kærlega fyrir þetta viðtal, þetta var gæða samtal. Mér langaði bara allt í einu svolítið að spjalla þetta því að við erum pínu að pæla í svona aðgengispælingum að því þá að ferðast innanlands og eitthvað svoleiðis. Já. Við fengum þarna ýmislegt og ég fór einmitt að hugsa bara að því að það grunnmyndin sem fólk hefur af fólki sem fatlað, að það sé hjólastól, sko. Já, fyrir utan það náttúrulega minna á það að sumt fólk sem hjólastól getur staðið upp og getur stundum labba, það þýðir ekki að það sé plata. Nei. En takk hérlega öll sem hlustuð og endilega verið í sambandi ef þið hafið eitthvað efni fram að færa. Og við erum með Facebook síðu sem heitir Öryrkjaráðið TV og erum í samstarfi við sjónvarpsstöð á Facebook sem kallar sig Samstöðin. Endilega sendið okkur skilaboð eða eitthvað sem þið viljið við fjöllum og endilega ítið á followið síðuna svo þið fáið vita þegar við erum með vídeó í spilun og bara takk kærlega fyrir og takk fyrir okkur Sóley að hafa tekið þátt í þessu viðtali með okkur. Ég þakka fyrir boðið. Þetta var gaman, skemmtilegt. Gaman að því. Takk fyrir og sjáumst seinna, kæru vinir.